Já, með okkur að þessu sinni á hliðalínunni er Finnur Freyr Stefánsson, þjálfari heitasta liðsins í kvennaboltanum í dag. Góðan sæl Finnur. Þetta. Hörku sigur í gær, 1 stig í Vodafone í Reykjavíkurrimmunni. Það er ekki leiðilegt að vera á sigurendanum í svoleiðislag. Nei, þetta var vissulega sætur sigur og hörku spennandi. Tvö frábær skot undir lókleiksins sem verður skulduð að vera sigurkurfur, en sem betur fyrir þá taldi okkar aðeins meira. Hún er þarna á endalínunni og setur hann spjaldið ofan í, ef minnið er ekki að svíkja mig. Það er bannað, skils mér. Ég held það. Ég mann satt eftir einni kurfu sem Pálína skoraði fyrir okkur fyrir árunni, og þannig að hún svipuðum stað og fórsaði óvitæm, þannig að við varstu áttum eitt svona inni. Já, var karma þarna að endurlauna ykkur? Æ, ég hef ekki vonað það, ekki segja það. En svakalegu leikur, en hérna fór ekkert á milli mála að þarna voru nú svona 2 sterkari leikmönnum deildarinnar að leiða hesta sína saman í Butler og McCallum. Já, ég meina, það er ekki með dýla sneinum að Sjannin er búin að koma gríðilega sterk til leiks og er bara frábær körfuboltamaður. Butler hefur verið í þessu deild áður og valdið mörgum leikmenni hér erfiðleikum með þessum svakalega löngum höndum sínum og bara virkilega hæfileikar leikmaður. Þannig að það er skemmtileg deildin, já, það er gríðilega sterkir erlendir leikmenn í blandu góð íslenska og þetta er bara virkilega skemmtilegt. Þetta var svona, er ekki kannski hægt að sláði föstu, þetta var svona lokahnykkurinn sem eiginlega festi ykkur í úrslitakeppni. Nú eru þið með 6 stig á Val og hérna 10 stig eftir í pottinum, þannig að til þess að KR missi af úrslitakeppninni þá má ansi mikið fara úrskeiðis. Jú, engin spurning. Við kannski svona eftir svona síðustu 2 leiki þá erum við kannski fann að meira að stefna við að frekar reyna að elta Snæfell, þannig að hugsa að vera eitthvað. Þannig að við þurfum að bara halda fórum bæti. Mér finnst við að vera lélegar eins og var í síðustu 2 leikjum og sem er ágefni, en það er svo gott að ná sigurum, en við þurfum að bæti en við ætlum okkur að gera eitthvað. Þú varst nú kannski ekki einnum að segja þetta, því að ef við tökum eins og leikin í gær á móti Val, það var svolítið deyfð í vörunum og eru kannski leikmenn að spara sig vitandi að þessi úrslitakeppni að gangi í garði? Ég veit það ekki alveg, sko. Þetta er talið úrslitakeppni okkur mikið. Við erum að spila mútið sömuliðan í 4. skiptið í deildinni. Það getur vel verið að hugur sér komið lengra og kannski svona sérstaklega núna kannski það voru kannski að fara sigla lögna sjó, þótt að við ætlum að reyna að challengea Snæfell með mannasettið, en það er ágjörðin ásökunni. Það er gaman að spila körfubolta og við þurfum að mæta gólfið og dýru villisar og hafa gaman eins og að gera hvernig einstu degin. Staðan í deildinni hún er orðin nokkuð skýr. Það er nokkuð ljóst að Grindavík og Fjölnir fara ekki í úrslitakeppnina og í raun og veru ekki Njarðvíkingar heldur. Ef þær vinna næstu leiki og Valur og Haukar tapa rest, þá væri dregin upp einhver reikniformúla, en þetta er ólíklegt. Er hægt að segja að þessi búið að draga línu núna yfir 7. sæti og niður úr? Já, ég menn það kannski aldrei hægt að segja aldrei, en þetta er kannski búin að vera svolítið stefnan eða svona staðan í vetur, og þessi 5 lið hafa verið svona líklegast til árangurs. Njarðvík náttúrulega missir gríðarlega mikið í sumar og hafa staðið sig ótrúlega vel með ungt og flott lið. Ég held svona kannski Haukarnir hafa bætt í svona og hafa kannski verið líkt við svolítið svona sveiflukendar í vetur, en ég hugsa nú að þetta sé nú kannski að línu sé svolítið að skýrast. Línur að skýrast, segiru. Talandi aðra línur, ef við vindum okkur yfir í kallaboltan, þær getur skýrst verulega eftir kvöldið í kvöld. Já, það ekki. Það var rosa spennandi leikur í Seljaskóla, í KFÍ. Það er nú bara leikur sem mann langar að sjá. Á að gefa frí á æfingu? Það er þetta frí á æfingu, þannig að ég hugsi ég fara nú frekar til Grindavíkur
stiðið baki á kvöldanum okkar, en hérna, þetta er svaka baráttu kvöld, ég er KFÍ og er ekki Fjölnir í næst, þannig að ég getur orðið örlega valdurinn í fallbaráttunni í ár. Já. Og það verður heldur betur stökkbreyting ef við skoðum til dæmis hvernig tekur stigin úr kvöldin í kvöld ef IR vinnur, sko. Já. Þá eru þeir komnir með, þeir eru nú þegar með innbyrðis á KFÍ, þeir unnu fyrir leikinn fyrir vestan. Ef þeir vinna í kvöld þá setja þeir KFÍ í 11. sko og þar alveg endur fallsæti og fara sjálfur upp í 10. Já. En ef KFÍ vinnur sko þá jafna þeir Tindastól í 9. til 10. sæti bæði með 12 stig sko og þá er svona baráttunum sæti í úrslitakeppninni fyrir KFÍ og er raunhæfari. Já, vinnur ekki bara IR í kvöld og Fjölnir í næsta leik og þá erum við 3 lið með 10 stig. Verður það ekki bara hasar og fjör? Já, að þurfi allir að vera hjartastyrkjandi þegar þá kemur í lokaumferðina. Já, þannig að vera. Ég meina, þetta er hundlegilegt, þetta er ekki spennandi. Ég meina, þetta er hundlegilegt fyrir þá sem okkur sem sitjum og stendum að þessu utan að það. Ég persónulega í hvernig þetta vil hafa bara sem minnsta spenni í þessu. En hérna, þetta ég held að lokasprettunum er flottur. Ég meina, það er alveg ótrúlegt. Bara með okkur kallar til þeim múin að þróast eða núna þegar einhverju 4 umferðir eftir hversu mörg spurningamerki en það var nú svarað. Þau eru gríðanlega mörg og nú eru við bara búin að taka fyrir einn af þessu leikjum sem eru í kvöld. Ef við lítum á þína menn í KR þá eru þeir að fara í rostina, búin að tapa 3 í röð. Grindvíkingar steinlá í síðasta leik og eru ekki með Jóhann Árna í kvöld sem er í leikbanni. KR fór nokkuð létt í gegnum IR í síðustu umferð, þannig að kannski liðin eru sér tekið með að síðustu umferð að fara kannski svolítið ólíkt inn í leik kvöldsins eða hvað? Já, ég myndi segja bara bæði liði séu smá tilvistakrafti. Ég held að svona að það sé svona það var ekki svolítið vilst af leið, káringarna eftir áramót og Grindvíkingarnir svona eftir núna í kjölfar bikarúrslitana, þannig að ég hugsa að bæði lið ætla sér að koma greiðilega sterkt til leiks í kvöld og svona stimpla sér svolítið aftur inn í baráttuna. Því ég held að svona undanfarnar 2 vikur þá hafa kannski einhverju byrjað að afskrifa þessi tvili sem að ég tel sé algjör kjaftaði. Já, við erum enga síðu með þetta Grindavíkurlið og eins og þú segir þó hafi hyggst eitthvað aðeins eftir bikar eða það í raun og veru bara þennan eina leik gegn Stjörnunni sko aftur eftir bikarúrslitina, þá eru þeir enga síður á toppnum og með 28 því 2 stiga fórust á Þór og Snæfell. Sérðu Keflavík eða Stjörnuna eiga breyk á deildarmeistaratitli eða er þetta Grindavík, Þór og Snæfell sem virðast svona hafa læst sín í þeirri baráttu? Já, Stjarnan náttúrulega er á svaka sigling og þeir náttúrulega fengið svaka sjálfstöðs í kjölfar bikarmeistaratitlisins og hann var alltaf óeðlilegt með hennar svaka lóp sem eru með að þeir skulu hafa verið tapast þetta mörgum leikjum í röð. Ég held svo kannski að með alltaf þessi innbyrðisleiki sem eru framöndan ég held að ég hæpið eitthvað liði sem að fara að taka fullt hús og þarfandi sækja á toppliðin þannig. Já, það er náttúrulega einstæmi í þessari deild í vetur að Keflavík vann 7 leiki í röð, langlengsta sigurgangandi þess á tímabilinu sko. Já, og er ekki rétt hjá mér að muna að þeir byrjuðu frekar illa. Þannig að þeir eru búin að gera svo við í káli í kvannamáltan og taka langar taprinu og langar sigurinu. Þeir eru að fara svakalega leik í kvöld, annars slagurinn í röð á Vesturlandinu. Já, ég meina, var ekki Maggi Gunn úti hjá þeim í síðasta leik. Það var svo að sjá hvernig Arnar Freyr kemur inn í þetta. Ég meina, gríðarlega reynsla og Siggi endurheimta einn á týndusónunum, sko. Þannig að ég held að Snæfell líka að koma aftur eftir, og það bæði liðan að koma aftur eftir svona sár óvænt töp, kannski. Þannig að það verður blóðsut og tár og hugsa Siggi Þorvaldsmann og ekki mikið meira en Neski, þannig að það spynir hvernig hann verður í kvöld. Þetta er einmitt eins og þú segir, sko, eftir 2 óvænt töp. Þetta er Snæfell að tapa í Skagafirði í síðustu umferð og Keflavík að tapa í Borgarnesi. Hvað segir maður? Þetta eru svona, þarna að mætast 2 lið sem líður sennilega svolítið svona núna eins og þeir hafi fengið kynnast og þeir verða gefnið tilbaka í kvöld. Já, ekki spurning. Ég held að Skallarni vinna og eru gleðin óvandast að sigur leikþjómbilsins á móti Keflavík. Og nauðsjulega, Skallarni að missa hana eða láta fara vitleys í kín hana þannig að mun Kventins hana og voru kannski ekki til
ekki líklega til að gera mikið sko, en vinna hana gríðarlega mikið stigur og bæði tryggja sig inn í deildinni þar sem eiga bara toppliðin eftir og gera sér líklega til að taka sæti í úrslitakeppninni. Þeir eru að fara í Garðabæinn í kvöld og það er brekka. Það er stór brekka. Það er stór brekka og ég hugsa það verður erfiður róður fyrir það, en það er kannski ekki útileikirnir á móti toppliðunum sem þeir eru að fókusera á, það er kannski fókusera meira á að reyna að ná stigunum heim og allir. Myndirðu segja að sætið þeirra væri komið í deildinni? Já, ég held að. Ég vorum að skoða þetta þegar voru 6 leikir eftir og þá áttu þeir einmitt toppliðin 6 eftir. Þá hugsaði svona að þetta var hæpið að við þyrfti að ná þessum eina sigri. Nú voru við búin að gera það og með ír í öllu sínum meiðslavandræðum og Fjölni líka þá held ég sé hæpið að bæði lið að séu lið að fara upp fyrir það. Já, það er náttúrulega dregin ákveðin lína þarna sko, það er 8. til 12. sæti og menn fara ekkert menn fara ekkert upp fyrir 7. þaðan. Það er línan í deildinni sem er föst í dag sko. Já, hún er það, ég meina, þú talar heitasta liðið í karlaboltanum lítur að vera Njarðvík þessa dagana. Þeir eru búin að spila blúsandi bolta, taka 2 frábæra sigra á móti mínum mönnum og Stjörnunni og þessu staðan núna þeir eru að spila á móti Fjölni á morgun. Fjölni á morgun er úr tindastóla ekki. Já. Leiknum eftir það. Með káar og 2 rauðleiki myndi ekki taka Stjörnunni. Ég myndi ekkert sko missa andliti ef Njarðvík væri þarna að fara að sækja alls svakalega á 7. sætið fyrir lokasprettinu sko. Nei og það er náttúrulega væntanlega eitthvað sem Káur vill ekki sjá gerast þar sem að Njarðvík er með innbyrðis viðuregnina. Nákvæmlega. Nei, ég held að Káur var það 11 í seinni leiknum, 11 stig? Já, ég held að Káur að vinna fyrir leikum í 17. Ég veit ekki alveg fullar það, en þetta er spennandi og ég meina og svo náttúrulega fer líka bara eftir hvernig liðin fara að ræðast upp á móti hverju öðru deildinni. Ég meina, þú veist að liðin hentar hverju öðru misvel og það verður fróðlegt, það er náttúrulega kannski það verður fróðlegt þessi viðuregni 3 og 6 og 4 og 5 hvað lið lenda saman. Ég held að ekkert við viljum til dæmis mæta Stjörnunni svo staðinu í dag. Nei. En svo náttúrulega í þessu úrslitakeppnin er í þessu fyrirkomulagi að fyrsta serían sé best á 3, þannig að ég meina ef liðið sem er fyrir ofan taðan bara heimavelli þá kemur gríðarleg pressa á það lið að fara út með baki fyrir vegg. Þannig að ég er bara spenntur að tala þetta sko. Já, víst við erum byrjaðir á þessu. Ert þú einn af þeim sem vill fá 3 sigurleiki í 8 liða úrslitin? Það er ákveðin rómantík í því að hafa þess að deyra dag og ég skilur ósvæðlega vel sko. Ég skilur ósvæðlega vel toppliðin sko sem og við sem verið í þessar stöðu sjálfur því að var aðstofaði sérstaklega Benna að vera að fara í 8. úrslit mann 2007 að töpuðu fyrsta leiknum móti ír og förum upp í Seljaskó sem er bakið upp í vegg. Það er kannski svolítið svona fúlt að vera búin að fara ekki heila deildakeppni og vera svolítið svona með ekki misti þessi fyrsta leik en ég er svolítið bara hrifinn af þessu svo núna, þessari rómantík, þessi svona óvæntu rómantík sem getur orðið með því að með þessu svakalega orðið mjúkur. Já, ég veit að konudaginn var hans undan, þannig að maður verður að reyna mikið þessu. Nei, ég held að þetta setur þetta svona skemmtilega braga á þetta og það er kannski að helst rimmur 3 og 6 og 4 og 5 sem er svona skemmtilegri þegar væru þryggjuleika sér en ég held ekki sem ég myndi náttúrulega sagt það með hvað sem er bestu úr í. Finnur, við erum orðnir alveg briljant. Við sjáumst bara síðar í stríðinu og bara gangi ykkur vel hann í Vesturbænum. Ekki ná, takk fyrir það.